Það er sjötti liður á dagskrá, markaðsátak eftir COVID-19 og til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Heimsfaraldurinn sem nú geisar hefur meira og minna áhrif á allt, nema kannski veðrið, og það er líklega aðeins til þess fallið að æra óstöðuna að minna okkur á að við lifum á óvenjulegum tímum og óvissan er mikil. Fyrir utan áhrif faraldursins á heilsu og líf fólks þá hefur hann að sjálfsögðu mikil áhrif á atvinnulíf og fjárhagsstöðu hins opinbera. Aðstæður eru sérstaklega erfiðar í ferðaþjónustu og binda margir vonir við að Íslendingar munu ferðast innanlands í sumar og vegi þannig á móti þeim gríðarlega samdrætti sem þegar er orðin og verður fyrirsjáanlega. Vonin er sem sagt sú að ferðalög innanlands verði möguleg lífæð einhverra þeirra fyrirtækja sem starfa í greininni. Ég trúi því persónulega að það séu miklir möguleikar sem kunna felast í eðli Íslands sem áfangastaðar. Þannig munu ferðamenn ekki síður vilja heimsækja Ísland eftir COVID en fyrir og kannski jafnvel enn frekar og þá ekki síður Norðurland og dreifðari byggðir. Hér er auðvelt að ferðast án þess að lenda í mikilli mannmergð, mikið landflæmi, strjábýli og fámenni en á sama tíma framúrskarandi þjónusta og síðast en ekki síst fagleg tök á faraldrinum en þetta eru allt í mínum huga atriði sem ættu að auka traust á áfangastaðnum Íslandi. Þá var það einstakt fagnaðarefni og gríðarlega mikilvæg skilaboð til okkar þegar að ríkisstjórnin lagði til að farið yrði í stækkun flugstöðvar og flughlaðsins á Akureyri en áformað er að verja 500–600 milljónum króna í ár til undirbúnings. 2 verkefni sem eru fjármögnuð af ríkinu eru nú í undirbúningi og er ætlað að minnka neikvæð áhrif af ferðabanninu. Annars vegar er að ræða markaðsherferð á erlendum mörkuðum og hins vegar sumarherferð á innanlandsmarkaði. Ég vil nefna það sérstaklega að Markaðsstofa Norðurlands hefur staðið sig feikilega vel á þessum erfiðu tímum og þau koma að undirbúningi og framkvæmd þessara verkefna sem leiddur áfram af Íslandsstofu fyrir erlendamarkaðinn og Ferðamálastofu fyrir innlendamarkaðinn. Þá hafa samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra auglýst eftir hugmyndum að áhersluverkefnum fyrir árið 2020 en er að ræða viðbótar fjármagn af hálfu ríkisins sem veittir í sóknaráætlanir landshluta sem og aukið fjármagn samtakanna vegna áhrifa COVID-19 á samfélagið. Þar eru 42 milljónir króna í pottinum. Þar var óskað eftir umsóknum atvinnuskapandi verkefni á sviði nýsköpunar, atvinnuþróunar, menningar og umhverfismála sem geta hafist sem fyrst og hafa beina skírskotun til sóknaráætlunar Norðurlands eystra og heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Akureyrarstofa hefur unnið að undirbúningi aðgerða í ferða- og menningarstarfsemi fyrir sumarið 2020. Í undirbúningsferlinu hafa starfsmenn verið í samtali og samskiptum við fjölmarga aðila í ferðaþjónustu, menningarstarfi og viðburðahaldi. Nú liggur fyrir tillaga 3 aðgerðir. Í fyrsta lagi er verið að ræða sérstakt markaðsátak fyrir Akureyri á innanlandsmarkaði. Þá er horft á að byggja markaðssetningun á sérstöðu okkar, þar að segja nála við náttúru og endalausa útivistarmöguleika, en á sama tíma er í boði iðandi mannlíf, verslun og góð þjónusta á öllum sviðum. Eins á að vekja athygli á perlunum okkar, Hrísey og Grímsey. Til þess að styðja við markaðsátakið og auka og efla framboð hvers konar afþreyingar sem henta allri fjölskyldunni er lagt til að komið verði á fót styrktarsjóð sem hafi breiða skírskotun, þannig að nái til fjölbreytilegs hóps aðila í ferðaþjónustu, menningarlífi og íþrótta- og útivistargeira. Markmiðið er að virkja sem flesta sem hafa aðstöðu og sköpunarkraft til að þróa fjölbreytt tilboð sem henta fólki á öllum aldri. Gjarnan tilboð á afþreyingu, skemmtun eða upplifun sem öll fjölskyldan getur notið saman. Bæði getur verið að ræða ný verkefni sem og eflingu eitthvað sem fyrir er. Að lokum er lagt til að setja auka fjárveitingu í menningarsjóð sem myndi nýtast í skapandi verkefni og menningarviðburði sem geta verið óháðir markaðs- og vöruþróunarátakinu og þar með verið að auka verkefni sem ekki koma til framkvæmda fyrir næsta haust eða vetur. Með því móti má bregðast við þeirri eyðu sem hefur orðið í viðburðahaldi og menningarstarfi meðan á samkomubanni og takmörkunum hefur staðið. Ég er ákaflega ánægð með þær tillögur sem að starfsmenn Akureyrarstofu hafa lagt til og ég tel að umrætt verkefni geti verið ákaflega mikilvæg innspýting fyrir okkar svæði, bæði nú og til framtíðar, auk þess sem þau gefa sterk skilaboð. Með þessu móti getum við sýnt í verki að stundum er sókn besta vörnin. Staðan er þröng og óvissan mikil, en það er einmitt þess vegna sem líka er mikilvægt að sýna sóknarhug. Legg því til að við bæjarstjórn öll sameiginlega bóki með eftirfarandi hætti. Bæjarstjórn samþykkir að verja allt að 40 milljónum króna til markaðssetningar innanlands, verkefnasjóðs til að efla framboð afþreyingar og auka úthlutunar menningarsjóðs. Bæjarstjórn felur fjársýslusviði að útbúa viðauka vegna málsins og felur Akureyrarstofu að vinna málið áfram. Takk fyrir.
Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið laust. Sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt. Ég var ósk eftir. Já, það núna. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Forseti ágæti bæjarfulltrúar. Mig langar að þakka bæjarfulltrúi Hildi Jönu fyrir ágætis yfirferð á þessu. Þetta eru merkileg verkefni og ég held að séu bara mjög mikilvæg á þessum tímamótum sem við stöndum á í dag sem bæjarfélag og ég ímynda mér að mörg önnur sveitarfélög að hugsa slíkt hið sama. Ég held að við getum verið virkilega stolt af Akureyri og ég held að það sé mjög ákjásanlegur áfangastaður fyrir Íslendinga í sumar og ég veit að margir aðilar eru að íhuga það hvað þið geti gert þess að selja afþreyingu hér á Akureyri og margir hafa sýnt í áhuga sem bara einstaklega ánægjulegt. Meðal annars af þeim aðilum sem hafa áhuga á að koma hingað til Akureyrar eða vísa fólki hingað er Iceland Connect. En aðilar þaðan höfðu samband við mig núna í dag og voru svona aðeins að undirbúa að markaðssetja Akureyrarbæ fyrir Íslendinga. Ég fékk leyfi til að segja frá þessu hér á bæjarstjórnarfundinum en þeir eru einmitt að fara að láta vita af þessu í næstu viku en þeir eru að skipuleggja borgarferðir til 4 áfangastaða á Íslandi fyrir Íslendinga. Ég held að sé gríðarlega spennandi tækifæri fyrir okkur að vekja athygli á okkur og þarna er verið að hugsa að selja flug, hótel og bíl og það sem er kannski fyrst og fremst er að það er verið að horfa á Akureyri, bæinn Akureyri og alla þá afþreyingu sem bærin getur boðið upp á. Mér finnst það gríðarlega spennandi og þarna á einmitt líka að horfa til þess að ná til para, hópa og vina og þarna er verið að hugsa það að skoða kannski hvaða afþreyingu Akureyrarbær getur boðið upp á og hvort það sé einhver samstarfsvilji þarna á milli. Það er líka verið að horfa til þess að viðburðardagatali sem inn á visitakureyri.is, ég veit að það er líka að horfa til þess, eins og til dæmis Súlu vertikalhlaupið, að reyna þá kannski að vekja athygli á því þegar það á sér stað. Og ég held að þetta sé bara gríðarlega flott tækifæri og ég veit að þessir aðilar eru komnir í samband við hvern annan í dag, það er að segja stjórn Akureyrarstofu og markaðsaðilar frá Iceland Connect. Og ég hlakka til að sjá þetta og ég held að þetta muni alveg smellpassa inn í þetta verkefni sem að bæjarfulltrúi Hilda Jana fór yfir áðan. Það var svona kannski mig langaði bara svona aðeins að koma svo framfæri því mér finnst það bara mjög spennandi. Takk. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágæti bæjarfulltrúar. Ég ætla ekki að hafa þetta langt, mér langar bara að nýta tækifæri og líkt og bæjarfulltrúi Hilda Jana og hrósa starfsfólki Akureyrarstofu. Mér finnst þetta flottar hugmyndir og unnið vel á stuttum tíma, auðvitað á eftir að útfæra þetta enn betur en mér finnst þetta vel gert og nú er það bara fyrir okkur að hafa hraðar hendur því að fólk er farið að ákveða hvert það ætlar í frí í sumar og svona, þannig að en ég held við stöndum vel, ég tek alveg undir með þeim sem hafa talað, þú veist, Akureyri við erum með sterkt vopn í hendi, myndi ég segja, því að Akureyri er gríðarlega flottur staður til að heimsækja og ekki síður til að búa á. En jafnframt langar mig að nýta tækifæri líkt á Hilda Jana að hrósa Markaðsstofu Norðurlands. Mér finnst við hafa staðið sig gríðarlega vel á mjög erfiðum tíma og er búin að halda okkur verulega upplýstum og ég heyri á fólki að þau eru í miklu og góðu samskiptum með marga aðila hér í ferðaþjónustunni og nú virkilega þurfa allir að standa saman á þessum tímum og þau eiga sinn þátt í því að það sé gert og ég bara fagna því að við sem sveitarfélag séum að styrkja þarna mjög brothættar greinar á þessum erfiðu tímum, bæði menningu og ferðaþjónustu. Þannig að þannig ég vildi bara nýta tækifæri og hrósa því sem vel er gert. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmund Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég finnst aðeins ástæða til þess að við bara áttum og gráð því að við erum að setja fram tillögu að setja í þetta allt að 40 milljónum og það kemur ágætlega fram í minnisblaðinu sem lagt var fyrir og er mjög gott blað fyrir okkur að þarna sé náttúrulega ekki, það liggur ekki alveg fyrir hvernig og ekki víst að, og eins og það segir bara orðið með leyfi forseta, ekki víst að nýta þurfa hann alla og það ég held að sé mikilvægt að við séum upplýst framgang þessa verkefnis og ég held að sé líka bara gott fyrir okkur og samfélagi heild að sjá hvernig þessir
fjármunir eru nýttir. Vegna þess að ég alveg tek alveg undir það að sem bæjarfulltrúi Eva kom inn á, þarna verið að styrkja, það gert ráð fyrir að þetta renni til aðila sem eru þá í mjög viðkvæmum rekstri og sjá tækifæri og eru tilbúin að skapa eitthvað nýtt fyrir þetta samfélag okkar. Akureyri vinsæll áningarstaður og ég alveg sannfærður það að við fáum fólk hingað. En ég held að þetta kannski geti bara svona aðeins ýtt undir frekari nýsköpun og kannski verða þessi sprotar sem við búum til með þessum fjármagni sem við erum að setja inn núna að einhverju meiru og getur kannski leitt til þess að menn sjáu á næstu ári jafnvel meiri tækifæri en það menn líka að gera sér grein fyrir því að hér erum við að setja í innspýtingu inn í þessu ástandi sem í dag en þetta ekki ávísun á framtíðar greiðslur en verða aðeins að hafa það í huga og af því vorum akkurat að tala ársreikningi áðan og fjárhagsmálin hjá okkur að þá þetta náttúrulega þetta að bregðast við fordómalausum aðstæðum og eru þá að reyna að efla það ákveðna greinar hérna hjá okkur og ferðaþjónustuna. Þannig ég held að við þurfum svona líka að hafa það í huga. En ég held að ég bara skora á okkur eða skora á stjórn Akureyrarstofu, hún á eftir að móta reglurnar að við fáum og séum vel upplýst framgang á þessu verkefni. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máls orðið er laust. En fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs þeir sem geta samþykkt tillöguna sem Hilda Jana bæjarfulltrúi las sér upp í upphafi, gefur merki. Það eru 11, takk fyrir það.